sumrin þá erum við að taka móti gestum og það mest útlendingar sem hafa verið að koma þó að slæðist líka Íslendingar og vonandi verða þeir bara fleiri í sumar. Og við búum sjálf hérna í þessu húsi þannig að við tökum á móti öllum gestum sem koma. Þannig að það ekki lykill í kassa einhvers staðar. Allir fá morgumat, morgumat innifalinn og fólk getur farið í heita pottinn og sánað. Og við svona leggjum upp með að sé svona kyrrð og fólk bara helst hvíli sem best og geti haft næði en verið svolítið eins og heima hjá sér. Fólk hefur alveg sér álmi út af fyrir sig. Síðan erum við með hjól sem að fólk hefur afgangað, kostar ekki neitt. Og það er mjög vinsælt. Fólki finnst rosalega gaman að fá hjólinn og hjóla hérna inn í sveit Og stundum hefur fólk spurt hvort það sé hægt að fá smá jógatíma morguninn og þá hefur maður bara gert það. Það sem við erum ekki með útvarp og sjónvarp í gangi, þá svona myndast einhver svona kyrrð, einhver ró sem að fólk kann svo vel við. Er það ekki einmitt í takti við Laugarbakka? Jú, það er einmitt í takti við Laugarbakka. Þennan fallega fámenna stað